Raki, innantillega hamingju og þú varst fljótur að senda skilaboð á Instagram þeir sem trúðu ekki á þig. Já, mér fannst ég verið að gera þetta. Það þýðir ekkert að stressa sig alltaf mikið. Við erum allir atvinnumenn og þó svo við séum ekki að spila þá erum við alltaf í formi og ég var ekki svo eini í dag. Birkir er búinn að vera meiddur og meira að segja Jói var eitthvað meiddur og voru fleiri, þannig að já, við alltaf þegar við komum hérna í landslið þá erum við tilbúnir. Þessi leikur í dag, hvað finnst þér skapa hann sigur fyrir ykkur? Skapa hann? Ég veit það ekki. Við erum náttúrulega bara, við vorum mjög solid að þeir fengu eiginlega eitt færi þegar ég rann á raskatið þannig bara á fyrstu mínútu. Ég veit ekki alveg hvað gerðist en þá spiluðu þeir í svæði sem ég skildi eftir mig og en það náttúrulega þetta eru bara mómentin þar sem að liðsfélaginu þurfa að bjarga þér og þeir gerðu það og mér fannst eftir það voru þetta aðalega bara þeir áttu nokkra sóknir en það kom ekki færi, það kom nokkur langskot. Það kannski fengu sér eitt færi seinna hálfleik sem ég man eftir en ég meina við vorum bara solid og við biðum eftir að notuðum okkar sénsa og skoruðum loksins. Við fengum náttúrulega fullt á hornum og aukaspyrnum og þetta hlaut náttúrulega bara detta. Mikið búið að tala náttúrulega heimsklassa lið Króata en þetta var alveg fyllilega sanngjarn sigur. Já, ég myndi alveg segja það. En auðvitað, þeir eru með ógeðslega góða gaura þarna og það er enginn sem eiginlega kemst nálægt Modrić þegar hann er með boltann og Kovacic var hann að sólaði upp allan völlinn að einu sinni. En ég hugsa bara í dag, við vorum með betri liðsheild í dag heldur en þeir og það er náttúrulega það sem skiptir máli í svona fótboltaleik. Þekktur fyrir baráttu þína við Mandžukić og fleiri og talaði kannski hugarfari hjá þeim. Fannst þér þeir ekki vanmetnir í kvöld eða? Mér fannst þeir bara vera tilbúnir í þetta. Þeir vildu bara koma inn og vinna leikinn og ég sá ekkert Modrić var pirraður og var að skamma strákana sína þarna. Þannig að ég held að þeir hafa alveg verið tilbúnir og það er engar afsakanir fyrir það. Rakitic dettur út en Kovacic, hann spilar með Real Madrid, hann er einn besti leikmaður sem ég hef séð. Sér bara hvernig hann sólar upp öllina, þannig að þeir hafa enga afsakanir. Við bara tókum það í dag og það var bara komin tími til. Er þetta ekki miklu meira en bara 3 stig? Það er náttúrulega geðveikt að enda langt tímabil með sigri hérna og síðan náttúrulega sig Króatía Grýla sem var kannski komin. Jú, við vorum alltaf mjög pirraðar á að tapa endalaust á móti þessum Króatum, þannig að við vissum að við gætum unnið það en það yrði erfitt og það sýndi sig bara í dag að það var nákvæmlega þannig, þetta var mjög erfitt en við gerðum það, en já, þetta er frábært að fara inn í fríið með hennar sigur. Ég hef ekki fengið frí síðan einhvern tímann 2015, þannig að ég ætla að reyna að slaka aðeins á. Ég ætla að reyna að vera eitthvað hérna heima, en ég sé bara til, bara spilið eftir erinu.